Tíminn var hættur að líða í litla kofanum í skógajaðrinum. Trégaukurinn hafði skroppið út úr klukkunni og týnst. Við verðum að fara með klukkunni í viðgerð, annars vitum við ekkert hvað tímanum líður. Snúlli beið óþolinmóður heima, en ferð Alla var árangurslaus. Það ekki til neinir varahlutir. Þeir fengu snjalla hugmynd. Þeir bjuggu til sólarúr. En svo rigndi dag eftir dag. Þeir reyndu við stundaglasið, en það var of lýjandi. Þá kom Alli með sniðuga tillögu. Við skulum kaupa lifandi gauk. Æ, hann of stór, hann kemst ekki fyrir í klukkunni, sagði Snúlli. En Alli lét sér ekki segjast. Við kaupum unga, lestu þetta. Gauksmömmu verpa eggjum sínum í hreiður annara fugla. Já, það rétt hjá þér. Ef hún selur okkur eggið, þarf hún ekki að verpa því í hreiður annars fugls. Þeir fóru út í skó og leituðu þar til þeir rákust á Gauksmömmu með egg í trefli. Halló, seld okkur eggið. Hvaða egg? Spurði Gauksmamman til að þæfa málið. Ég bara með kökubita. Seld okkur þá kökubitan, við erum svangir, sagði Snúlli. Gauksmamman féllst á það. Þið getið fengið það fyrir 10 krónur. Hún tók við peningunum en þaut svo í burt með eggið. Þú þjófur! Og lygari, kölluðu þeir eftir henni en árangurslaust. Þegar þeir sáu að Gauksmömmunni hafði ekki tekist að lauma egginu sínu í hreiður annars fugls, lögðu þeir fyrir hana gildru. Þeir bjuggu sjálfir til hreiður. Það leið ekki á löngu þar til Gauksmamman hafði laumað egginu í hreiðrið.
Þeir komu egginu fyrir í senginni sinni ofan á ofninum og biðu þolinmóðir. Já, ég heyri það. Unginn að skríða úr egginu, sagði Alli. Nú áttu þeir Gauk í klukkuna sína. Nei, bíddu Alli, hann svangur. Unginn borðaði svo mikið að hann hafi brátt vaxið þeim Snúlla og Alla yfir höfuð. Þetta vonlaust. Hann kemst aldrei inn í klukku nema eða væri kirkjuklukka. Klukkan líka óþörf. Hann byrjar að gala á vatnana og hættir ekki fyrir hann komið fram á nótt. Gaukurinn flaug í burt og skildi þá eftir dapra í bragði. Halló, mamma sagðist skulda ykkur þetta. Hún biður ykkur að fyrirgefa sér. Eruð blessaðir? Þeir fögnuðu því að fá aftur peningana sem þeir höfðu talið glataða og keyptu vekjaraklukku. Og nú tók tíminn aftur að líða í litla kofanum í skógajaðrinum.